Já, Birkir, sigur í dag, hvernig líður eftir leikinn? Bara mjög vel, það er skemmtilegur leikur og bara vorum yfir á öllum sviðum leiksins. Já, var þetta bara perfekt frammistaða? Já, svona næstu því, það var svona kannski einhver smápartur í fyrri hálfleik sem var ekki alveg nógu góður. Þeir náðu að skora þarna og vorum aðeins og mér fannst aðeins og afslappaðir eftir að komast til 2-0 kannski. En að öðru leyti bara mjög fínn leikur og bara góð liðsframmistaða. Þannig að má segja tvískiptur leikur. Já, fyrri hálfleikur var bara fínn líka sko, en seinni hálfleikur var alltaf bara algjör yfirburður og sýndu bara hvað sveir megnaði. Þú segir þrátt fyrir svona háan aldur þá þú að keyra upp hægri kantinn og stóðsendingar á mörk og mega. Já, þetta er búið að ganga vel núna på síkasti og mér líður vel og gaman að spila fyrir afturhaldingu, þannig að ég er bara hæst ánægður með lífið núna. Á laugardaginn, það var fyrir 10 árum, þá vantarlega unnið þennan stóra sigur gegn Englandi. Ég meina, þegar maður horfir tilbaka á þetta, hvernig líður? Það er alltaf mjög, þetta er alltaf svona gæsahúða moment þegar maður sér fréttir af þessu og svoleiðis og maður reynir alltaf að horfa á allt sem kemur, eins og ég sá að koma einhver heimildamynd og eitthvað, þannig að maður gluggaði eins í það aftur og fór hans aftur í tímann og þetta er bara, eins og segja, ótrúlega stoltur að hafa afrekað það sem ég hef gert á fótboltavellinum og svo bara gaman að vera ennþá sprikla. Þetta svona hápunktur ferilsins, þessi leikur? Já, algjörlega. Bara þessi ár í kringum stórmótinu er náttúrulega bara eitthvað sem ég aldrei myndi afreka í fótboltanum þegar ég var yngri, þannig að ég er bara ótrúlega stoltur af því og það er klárlega hápunktarnir sko.